Sæl og verið velkomin í kafla 2.8 fylkjamarkvöldun. Nú ætlum við loksins að skilja það hvað A stjarna B þýðir fyrir fylkjumalla, þar sé að við erum ekki með punktinn. Ef við erum með punktinn, þá getum við bara gert svona margar aðgerðir í einu, en A stjarna B, það er hefðbundin fylkjamarkvöldun í MATLAB. Og við skulum tala aðeins fylkjamarkvöldun. En fylkjamarkvöldun var skilgreind í byrjun 20. aldar. Og hugmyndin fylkjamarkvöldun snerist upp að tákna skulun vigra á styttri hátt. Og ef að vigrarnir A og B eru jafn stórir, þá er A plus B til. Almennar þá má skala til vigra eða toga það til. Og ef við tölum að lengja vigur, þá er fastinn sem er lengdu með eða margfalda við, þá stærri 0. Ef við styttur, þá tala minni 0. Og snúa við þýðir að hann er margfaldið með -1 og svo má við snúa við og lengja og toga til í svona eiginlega bara samheitið að skala. Þannig að toga til vigra eða skala vigur. Og ef vigrarnir eru jafn stórir, þá getum við skalað á til og lagt á svo saman. Þannig að S sem er vigra og T sem er vigra. Og við getum kallað summuna og útkomu vigurinn uslón. Þannig að uslón er skilgreind sem S sem er fasti eða almennt broti fyrstu sinnum A sem er vigur pluss T sinnum B sem er vigur. Og í línulegu algebru þá segjum við að uslón sé línuleg samantekt af A og B. Það er að segja uslón er einhver fasti sinnum eitthvað eitt pluss einhver annar fasti sinnum eitthvað annað. Þannig að línuleg samantekt af A og B. Fasti pluss fasti. Sjáum til dæmis ef við gefum okkur það að A sé eitthvað vigur sem er -0,5 og 0,5, þannig að við hálfur til vinstri og hálfur upp. Þetta er það vigurinn A. Og B er vigur með hnitinn 2, 2, þannig að við fyrir 2 til hægri og 2 upp er það vigurinn B. Og ef S er 4 og T er 2, þá er uslón 4 sinnum vigurinn A og 2 sinnum B. Þannig að 4 sinnum -0,5, 4 sinnum hálfur, þannig að -2, 2, 2 sinnum 2 sinnum 2, þannig að pluss 4, 4, og 2, 6, þannig að 2 til hægri og 6 upp. Hér skiptir það ekki máli hvort við förum 2 sinnum B og 4 sinnum A eða 4 sinnum A og 2 sinnum B fyrst. Það er saman. Við endum alltaf hérna í punkt, endum í punktinu sem samsvarar vigrinum uslón hérna sem fer 2 til hægri og 6 upp. Og nú tölum við aðeins aftur þetta að fylkjamarkvöldin snerist að stytta þetta táknmál hér. Það er að segja að í staðan fyrir að vera með 2 vigra A og B þá var búið til eitt fylki þar sem að vigrunum A og B var raðað sem dálkar í fylkinu A og fastarnir sem voru fyrir framan S og T þeim var raðað í vigur sem að gera dálkveri líka. Og við tölum fylkjamarkvöldin fylkisins A og dálkverisins X sem var þessi hér S og T skilgreinst þeirri hugmynd að þessi táknstaða þýddi bara nákvæmlega sama og þetta hér. Þetta var bara það uslón sem voru með á það. Bara fasti sinnum vigur, dálkvegur alltaf, pluss fasti sinnum dálkvegur alltaf líka. Og ef við bætum við þessu skilgreiningum hér, þá bara, þetta hér jafngildi bara A, fylkið A, sinnum vigurinn X. Og ef við notum nú sömu vigri á hérna fyrir ofan, við ætlum að æfa okkur, þá tökum við og endurskýrum vigrana kannski bara, minna okkur á þessu dálkvigrar af því að röð skiptir miklu máli. A kemur á undan og B kemur svo, þannig að við ætlum að kalla A dálk 1 og B dálk 2 og við ætlum að taka saman S og T í vigurinn X. Þannig að A lítur svona út, í staðan fyrir að segja hérna var -hálfur hálfur, þá bara -hálfur hálfur og vigurinn B sem er dálkur 2 í fylkinu A 2, 2. Þannig hér erum við dálk 1, dálk 2 og X -hálfur hálfur, 2, 2, 4, 4. Þetta jafngildi því það bara að margfalda hérna við fjarkan við þessa 2 og tvistin við þessa 2 hérna og við fáum bara sama 2, 6, 2 til hægri og 6 upp. Og leggjum nú aðeins út af þessu nánar. A það hefur 2 línur og það má skrifa þetta á svona forminu. Þessi lína hérna og þessi lína hér. Þannig að við vorum með dálkana, það voru vigrarnir sem vorum upprunalega og svo líka
eru í hverju fylki líka línur. Þannig að við ætlum að horfa hérna línurnar í fylkinu A. Línurnar eru þá mínus hálfur 2 og hálfur og 2. Skoðum því næst að ef við ætlum að margfalda þessar línur við vegurinn x, þá fáum við mínus hálfur sinnum 4 og 2 sinnum 2. Við fáum mínus hálfur sinnum 4 og mínus 2 pluss 2 sinnum 4, við fáum mínus 2 pluss 4 sem er 2. Lína sinnum dálkur og svo næsta lína sinnum sami dálkur hendar. Það er hálfur sinnum 4 sem er 2 og 2 sinnum 2 sem er 4. 2 pluss 4 eru 6, þannig við fáum 2, 6. Þannig hérna sjáum við að við getum sagt bara að ef við erum eitthvað fylkið með þessa línu og þennan dálk, þá er stakið hér bara lína 1 og dálkurinn lína 1 sem dálkurinn. Þannig að margfaldum saman öll stök í réttu röð. Þetta pluss þetta pluss þetta. Þetta sem þetta pluss þetta sem þetta. Og ef við myndum gera þetta sama í MATLAB hérna, skulum gera það. Við vorum hérna með clear hérna, CC, close all, aðja, svona, og svo ætlum við að segja, ok, ég var skilgrina A, sem var hálfur, mínus hálfur, og svo hálfur, munum að þetta dálkveirar, það var annarkvort höfum við svona semikomið hérna, eða það sem við getum líka sagt þessi var 2 og svo bylta. Skoða það aðeins. Þetta eru 2 leiðir til að búa til 2 dálkur. Eða 2 leiðir til að búa til dálkur. Svo við ok, fylkið A er það bara A, B. Þannig að við búum til fylkið svona. Og X það var dálkur með 4 og 2. Og það var dálkur. Svo, ágætt að brenta þetta út. Ég sagði dálkur beittist línu yfir og sagði það að mér vantaði að nokkuð sem er komið hér eða byltingavirkir hérna. Og svo prófum við bara A sinnum X. Og þá fáum við 2 og 6. Við getum kallað hann Uslu. Svo. En þetta er þá samantekt af þessum vigurum. Nú, já, ok, sýnindi með 2, 26, búin til fylkið A, sem er svona 3 og 3 fylkið, og svo vegur hana A, 2, 5, 1 og B, 1, 2, 3 í MATLAB, og við erum að rekna fyrst fylkið C, sem er þá fylkið A, sinnum vegurinn A. Ok, gerum það þá, clear, close all, og við ætlum að búa til fylkið A sem var 2, 1 og mínus 4, 2, 1 og mínus 4, svo kom 3, 2 og mínus 4, 3, 3, 2 og mínus 4 og 3, 1 og mínus 3, 3, 1 og mínus 3, svo 2, 3, 1, 1, mínus 4, mínus 4, mínus 3, 3, 2, 3, 3, 1, 1, mínus 4, mínus 4, mínus 3. Ok. Svona, og svo áttum við búið til vegurinn A, sem er 2, 5 og 1, 2, 5 og 1, og byltum, og B, sem var 1, 2 og 2, 2 og 3, 2, 3, svona. Svona. Ok. Svo þurfum ekki að prenta þetta lengur út í það. Svo getum við sagt með disp liður og við skulum bara ok, 6 liðir nei, 5 svona A, B, C, D og E-liður. Það sem ekki E-lið var skilgrina C, vegurinn C. Vegurinn C er þá fylkið A sinnum vegurinn A.
5, 12 og 8. Og það ágætt og ég hvet ykkur til þess að setjist þið niður og prófið að reikna fylgjamarkvöldin í höndunum fyrst. Fylgjamarkvöldin mjög mikilvæg og það verður á einhverju dæmum sem að þið krefast þess að skrifa fylgjamarkvöldinu niður og sérstaklega í síðari áfengum og í starffræði og svoleiðis. En við getum svo skoða þetta í fljótu bragði ef við prentum út A og B fylgið á segja í fyrsta stæki þá ætlum við margfalda 2 og 2 pluss 1 sinni 5 þetta var 4 pluss 5 mínus 1 sinni 4 þannig að 4 mínus 4 pluss 5 það verður 5 3 sinnum 2 fyrir ekki 3 sinnum 2 er 6 pluss 2 sinnum 5 sem er 10 þetta er þá 6 pluss 10 sem er 16 og svo mínus 4 það er þá 12 3 sinnum 2 er 6 pluss 1 sinnum 5 6 pluss 5 er 11 mínus 3 sinnum 1 mínus 3 11 mínus 3 er 8 það er 8 þannig að svona aðeins að fá tilfinningu fyrir því hvernig fylgjamarkvöldinu verkar og fá þetta í puttana og nota svo matla til þess að staðfesta meðan maður ræfa sér alltaf. Ok, fylgi C lítur svona út og fylgi D það er þá A sinnum B og við getum farið í gegnum það sama 2 sinnum 1 er 2 1 sinnum 2 er líka 2 og það er pluss á milli það er 4 það er komið 4 svo séum mínus 3 sinnum 4 þannig sem við erum 4 mínus 3 sinnum 4 þannig við hljótum að vera eftir með mínus 8 er þá fyrsta stæki í D svo getum við haldið áfram og sjá hérna að við fáum D sem A sinnum B mínus 8, mínus 5 og svo mínus 4 síðast svo ætlum við að skilgreina fylgið B sem eru virðinir A og B þannig að við gerum það hérna A, B þetta fylgi hérna og D-liður var að reikna fylgið C sem er þá A sinnum B svo lokum ætla að segja að D sé fylgið ef við tökum C og D saman D er fylgið ef við tökum C og D saman og þá tökum við því hérna 5, 12, 8 5, 12, 8, mínus 8, 5, mínus 4 mínus 8, mínus 5, mínus 4 að C og D eru nákvæmlega eins þannig skiptir ekki máli hvort við tökum fyrst virðina A og B rauðum fylgi B og margföldum við A sinnum B eða hvort við margföldum vigurinn litla A við stóra fylgið A og vigurinn B við fylgið A og rauðum þeim í viga það er þannig sem fylgið margföldum skilgreind og tökum þetta aðeins saman hérna er þetta bara sýnt hérna og hérna bara aðtum spurningin gildir hér dreifireglan það segja A sinnum þessi vigur og sinnum þessi vigur jafngildi A sinnum vigur og A sinnum vigur og C og D eru eins fylgi já skoðum þetta aðeins betur fylgjamarkvöldin tveggja fylgja A og B þar sé fylgjamarkvöldið AB er aðeins skilgreind ef fjöldi staka í línum A er samatalan og fjöldi staka í dálkum B en fjöldi staka í einhverju og þar með sérhverju línu fylgisins A er einmitt fjöldi dálka í A þannig að það sem við segja bara fjöldi stök í línum A er fjöldi dálka þannig að við erum einhver línu þannig að við skoðum hérna fjöldi staka í línum A er dálkurinn í A fjöldi staka er lína fjöldi staka í línunni segir til fjöldi dálka í fylginu og sama gildir B við tökum þetta saman ef fjöldi dálka í A er sama tala og fjöldi lína í B þá getum við myndað fylgi C A sinnum B annars ekki tökum við því að látum A vera 4 sinnum 3 fylgi 4 línur og 3 dálkar og ætlum að skoða línu 3 það segja fjöldi dálka í fylginu er 3 og skoðum næst eitthvað fylgi B sem er 3 5 fylgi 3
línur og 5 dálkar. Hér sögðu bara ef fjöldi dálka í A 3 er sama tala og fjöldi lína í B 1, 2, 3. Það sé að þessi tala er sama og þessi tala. Þá getum við margfaldafylki saman. Og þetta er bara lína sinnum dálkur. 1 sinnum 4 pluss 2 sinnum 5 pluss 3 sinnum 6, 1 sinnum 4 pluss 2 sinnum 5 pluss 3 sinnum 6, 4 pluss 10 pluss 18, 32. Það verður þá stak. Þetta verður í línu 3, dálki 2. Þetta verður þá í sæti 3, 2 í nýja fylkinu sem verður 4 sinnum 5 fylki. Þurfum alltaf að margfalda saman 3 stök og 3 stök. Þess vegna þarf að fjöldi staka í sérhverju línu í A að jafngilda fjöldi staka í dálkum í B. Lína sinnum dálkur. Ef við segjum þetta bara lína sinnum dálkur. Mér finnst oft gott að hugsa þetta líka bara svona. Lína sinnum dálkur. Mér gæti verið öfugt fyrir ykkur. Nota vinstri hendina fyrir línuna. Lína sinnum dálkur. Þannig að fjöldi staka í línunni eða fjöldi dálka í fyrra fylkinu þarf að jafngilda fjöldi staka í dálki í seinna fylkinu eða fjöldi lína í seinna fylkinu. Og sjáum líka að ef við erum eitthvað fylki A með 4 línur og þessa 5 dálka, þá er staki hér margföldun af vigrinum í línu 1 og dálki 1. 1, 1, 1, 1. Lína 1, lína 1, lína 1, lína 1. Dálkur 1, dálkur 1, dálkur 1, dálkur 2, dálkur 2, 3, 4, 5 og lína 2 hérna út, lína 3 hérna út og lína 4 hérna út. Þannig að þið sjáu hvernig fylkjamargföldun virkar. Og minnst regla ef þetta er lína sinnum dálkur, lína svo dálkur, lína sinnum dálkur. Hvort ekki má nýta þetta sem. Og setjum þetta fram í skilgreiningu. Ef að A er M sinnum N fylki og B er P sinnum Q fylki, þá er myrkjafæla fylkjamargföldunin C sinnum AB aðeins skilgreind ef N er það sama og P. Og ef fylkjamargföldun er skilgreind þá verður C M sinnum Q fylki. Þannig að við vitum líka fyrirfram hversu stórt fylki verður. Hér er bara að tala um að við táknum öll fjöldi lína í ykkur fylki X með hashtag L eða svona millimerki L, X. Fjöldi. Þetta er tákn fyrir fjölda oft í stærðfræði, fjöldi lína í fylkinu X og fjöldi dálki X. Ef X er M sinnum N fylki þá er fjöldi LXM og fjöldi dálka í X er N. Og stundum, hér er bara sagt að stundum bara til styttingar skrifum við LX í staðan fyrir millimerki LX bara til styttingar. Ok, skoðum nú sýnidæmi 2.28. Ef að A, sem er þetta hérna fylki, og B er þetta fylki, hvaða fylkjamargfaldanir eru leyfðar og hvaða víddir hefur útkomið fylkið ef fylkjamargfaldin er skilgreind. Skoðið víddri fylkina og færið rök fyrir svarinu samkvæmt skilgreiningunni 2.12 sem var hér í prófanum. Ásamt skilgreiningu 2.13. Og ef fylkjamargfaldin er skilgreind þá ætlum við að reikna hana. Ok, fylkjamargfaldin AB. Hérna erum við með 1, 2, 3, 4, 5 línur, 1 dálk og í B erum við 1, 2, 3, 4 línur og 1 dálk. Er fylkjamargfaldin AB skilgreind. Ef við erum með þessu upp fjöldi dálka í fyrra fylkinu þarf að samfara fjöldi lína í seinna fylkinu. Þannig að þá getur fylkjamargfaldin AB ekki verið skilgreind. Ok, við ætlum að byrja að bylta A og svo margfaldaði B. Er það fylkjamargfaldun sem skilgreind? Þá byltum við A og þá erum við með eina línu, 5 dálkum og B er fylki með 4 línum og 1 dálki. Fjöldi dálka er 5 og fjöldi lína er 4. Þannig að þetta er ekki skilgreind fylkjamargfaldun. Skoðum sé, byltum fyrst A og byltum svo B. Og það getur farið hrattið núna. Hvað er margir dálkar í bylta fylkinu A? 5. Hvað er margar línur í bylta fylkinu B? 1. Nei, fyrir mig D. Við ætlum ekki að bylta A, en við ætlum að bylta B. Hvað er margir dálkar í A? Hvað er margar línur í bylta fylkinu B? 1. Þannig að þessi fylkjamargfaldun A, B bylt er skilgreind.
en fylgjamargföldun BA. B er með 1 dálk og A er með 5 línur. Þannig að það er ekki skilgreind fylgjamargföldun. En ef við byrjum að bylta B, byrjum að bylta B, þá erum við með 4 dálka og A er með 5 línur, þannig að það gengur ekki. Ef við byrjum að bylta B á undan, þá erum við 4 dálka og byltum svo A, þá erum við 1 línu, það gengur ekki. En ef við skoðum B, þá erum við með 1 dálk og bylta fylgi A, 1 lína. Þannig að A, B bylt og B, A bylt eru skilgreinda fylgjamargfaldanir. Og ef við tökum fylgi A, þá fáum við hérna 1 sinnum 1 fyrsta stakk, 1 sinnum 2 annars stakk, 1 sinnum 2 þriðja stakk, 1 sinnum 4 fjórða stakk og höldum áfram. Það var fyrsta línan sem ég reiknaði. Hvet ykkur til að reikna þetta í höndunum. Bara æfa ykkur í fylgjamargfölduninni. En við tökum eftir þessum tímapunkti að A, B bylt, ef við byltum því sem var A, B bylt, ef við byltum því þá fáum við B, A bylt. Ef við tökum þetta fylgi hérna og byltum því, fáum við þetta fylgi. Þetta er nefnilega nokkuð snjallt að vita. Látum þetta gott hitta þessum umbandi og sjáumst